Jæja, verið hjartanlega velkomin í Hákon. Jæja, nú er ég komin út í góða veðrið, en ég er samt ekki alveg kannski í neitt sérlega góðu skapi, sko. Ég það má segja svo ég fari öfu megin fram úr í morgun. Þá var mér hugsað það að það eru tveir menn sem koma mér í gott skap og ég ætla að hafa upp á öðru þeirra. Jæja. Nú er Hákon kominn fyrir utan bækistöðar FM og hlaðtók hvort ég get ekki hitt á hann Heiðar Austmann. Jæja, já, Hákon er kominn með Heiðar. Sæll. Sæll og blessaður Hákon, hvað segirðu? Ég segi bara fínt, mér datt ég svona leita til þína út af, sko, við langar að segja það að það eru tveir menn sem komið mér alltaf í gott skap. Já. Og þú ert einn af þeim. Takk fyrir. Og svo er það Hemmi Gunn. Já, er ég á sama kaliber og Hemmi Gunn, það er gott. Já, ég myndi að segja sko að þið tveir eru svona einn af hressustu menn sem ég svona veit um. Ok, æði, takk fyrir það. Og ég svona, og þú ert útvarpsmaður. Jú. Og hvað þarf maður til að vera útvarpsmaður? Gæti ég til dæmis orðið svo leiðis? Já, það eiga basically allir möguleika á því að vera útvarpsmenn. Þeir þurfa náttúrulega bara að æfa sig og reynslu og allt þetta. En það er nú sagt að útvarp sé, já, ekki miðill fyrir fallega fólki, það sé útvarp sé bara fyrir ljótt fólk. Ég er ekki sammála því eins og sér, þá er ég náttúrulega fjallmyndalegur og passa ekki inn í þá grúpu. Ég er alveg sammála þig. Já, þú myndir samt þurfa að vera svona, það þarf aðeins að lappa upp á þig og svona, þú veist, bara på ímynd að gera, sko. Þú veist, þú ætlar kannski að vera bara, þú ætlar að vera ofursvalur, þú ætlar að vera flottur í tauginu, það er að birtast myndir eða ringa og hanga og þú ert að fá fullt af athygli og svona. Þarf maður að vera með svona slangur? Já, það er spurning, sko. Það með partípakkan? Ekkert endilega, það er kannski spurning hvort þú þurfa að vera kannski með grípandi nafn, bara útvarpsnafn. Hákon er svolítið svona flatt, leiðilegt nafn kannski. Já, ég finn nú ekki það að skipta nafn, en... Nei, en hvað með Konni, þú veist? Konni Feski eða eitthvað svoleiðis. Nei, Konni Feski á kantinum. Já, þú getur verið á kantinum. Með útvarp í farteskinu. Tónlist. Nei, kannski ekki endilega það, þú veist. Það er bara Konni Feski á FM 957, það er eitthvað sem maður geti blífað, sko. Já! En að vera með útvarp í farteskinu, það er sko 2011, sko, þannig að ég veit ekki alveg með það, sko. Já, herði, en ég svona, þú veist, það kannski aðeins að taka má og æfa mig kannski heima. Já, ég myndi yngja upp frasana, þú veist. Það er bara núna allir að fá sér og öllu sá pakki er í gangi og sjómli er nú búin að vera eitthvað í gangi líka. Sjómli? Já, sjómli, sko. Það er bara eins og félagi eða vinur, bara. Það er eins og við? Bara eins og við, nákvæmlega eins og við. Já. Þannig að þú myndir bara þurfa aðeins að svona yngja upp orðaforðan hjá þér og gera hann aðeins ferskari og sleppa farteskinu og öllu þess aftur. Já. Já, það er nú ágætt að hafa það á hreinu og... Það er spurning að raka sig líka. Þú er svolítið mikill hárvöxtur, það er reyndar öfundaði bara því ég næði ekki svona skeggja en... Já. En þú þarft ímynd, linsur, rakstur. Það er kannski að gera eitthvað við hári, ég þekki menn á Sirkus til dæmis, þeir getur... Það er eins að segja mig kannski til. Buxurnar kannski. Skónir kannski. Röddin kannski líka. Þú vilt meina kannski að það sé bara það þarf eiginlega bara að breyta einhverju hellingi eiginlega bara. En þú ert annars örgulega tilvæmlega línda djók, sko. Já, það er nú gaman að heyra þetta frá svona hressum útvarpsmanni eins og Heiðar Austmann. Og við erum sjömlar. Já, við erum það. Við erum sjömlar, við strákarnir og við erum alltaf með við erum alltaf með tónlistina með okkur. Út kvippinn og kvappinn. Það er ekkert farteski hérna. Nei. En ég vil bara
þakka kærlega fyrir spjallið. Sömuleiðis, Kallur, gangið þér vel með þetta. Já, takk fyrir það. Ég fer bara kannski heim að æfa mig og fer kannski aðeins að taka til í hvað sem var grímunni. Já, já, þú ert búinn að breyta, þú veist, einum, tveimur, 12, 15, 20 hlutum, skilur, þá getur þú kannski, já, ert búinn að æfa þig í nokkra mánuði, ár kannski, 2-3 ár, þá getur þú bara að heyri mér og komið í pröfu. Herru, það snillt maður, herru, þetta frábært, ég þakka þér bara fyrir. Sömuleiðis, Kallur, gaman að sjá þig og gangið vel með þig. Takk fyrir það, Kall. Jæja, herru, Hákon kveður ykkur að sinni, þið fylgist grannt með og ég ætla að segja ykkur það að lifi lífinu lifandi því að lífið er núna.